Já, komið þið sæl og verðið velkomin hérna í fyrsta þáttinn í 16 liða úrslitum í fótbolta nördanum. Ég búinn að fá til mín hérna enn og aftur 2 mjög góða gesti. Annar þeirra skiptum lið eftir að ég sænaði hann í þáttinn, en þar að leiðandi þá hann orðinn reynslumesti og líkasti besti leikmaður lengjudeildarinnar. Þetta Damir Múminović fyrir Grindavík. Velkomin. Þakka fyrir, engin pressa þannig á besti leikmaður. Nei, alls ekki. Eða þú veist, engin pressa á þessum þætti, kannski pressa á tímabilinu. Pressa á tímabilinu. Já, Hvað sagði þú besti standaði þar, sko. Hvað sagði besti leikmaður? Einn besti leikmaður leikjundeildarinnar. Bara besti. Svo eins og þið heyrið, hérna, Besti leikmaðurinn? gegn honum í dag maður sem hefur komið eins og stónsveipur inn í hlaðvarpsleikin hérna á Íslandi, komin með sitt eigið podcast sem að hátt að rísa upp, það Bomban podcast, það Gunnar Hilmir. Gunnar Hilmar. Hilmar, Já, Kristinsson, takk fyrir mig. Bara frábært að koma í þáttinn og þetta podcast mun vera nummer 1 í lok 2026. Já, við lögum til að sjá það. Já, það verður þannig. Já, ég bara hlakka til, svo segi. Pæja. Fótboltanördin spilar í nokkrum liðum og það eins og flesta góðar spurningakeppnir, það byrjar á hraðaspurningum, svo það ferillinn, byrjunarliðið, svo fyrir almenna kunnáttu, tölfræðina og síðasti séns. Bomba, þú ert brjálaður út af því að tölfræðin komin inn fyrir hérna vísbendingaspurninguna? Já, ég ekki að fíla þessa tölfræði, þetta bara happa glapp og þetta nördin, þetta ekki að geta eitthvað, þú veist, einhver maður út á götu myndi velja tölu og reyna að vera nálægt henni, skilur við. Vísbendingaspurningum fannst mér bara svona aðal hlutin í þessu og mér fannst mjög gaman, þú veist. Þú ert stressaður, ég sé að þú ert stressaður. Já, rosa stressaður. Þú ert búin að stressa mig upp líka. Já. Það aldrei vita hvort það komi einhvern tímann aftur, en allavega ekki þessum þætti. Já, við ætlum náttúrulega að byrja á hraðaspurningum og Damir, þú nær hurðinni, langar þér að víkja þar sem að þið fáið sömu spurningar náttúrulega. Jæja, Bomba, ert þú tilbúin? Já. Þá byrjum við núna. Í hvaða ár tók Sir Alex Ferguson við Manchester United? 91. Rangt. Í hvaða borg var úrslitaleikur meistaradeildarinnar 2025 leikinn? Hann var í París. Rangt. Bjarni Guðjónsson var seldur frá IA árið 1997. Hvaða lið keypti hann? KR. Rangt. Hver er þjálfari ítalska landsliðsins? Pass. Hægt að skora sjálfsmark úr markspyrnu? Já. Rangt. Hvað heitir heimavöllur Valencia? Mestalla. Rétt. Hver er höfundur bókana Íslensk knattspyrna sem kom fyrst út árið 1981? Íris Sigurðsson. Rétt. Frá hvaða borg er skoska félagið Hearts? Það er frá Edinborg. Rétt. Hver er forseti FIFA? Pass. Frá hvaða bæjarfélagi er félagið Snörtur? Þetta lokaspurningin og tíminn rennur út hér. Snörtur. Veiðarfirði. Það rangt. 3 stig úr hraðspurningum, Bomba. Þetta byrjaði hægt en þú fórst svona aðeins á stað hérna eftir á. En það eru margir sem hafa unnið eftir að fengið 3 stig úr hraðspurningum. Oh my god. Náum í Damir og sjáum hvað hann er. Já, Damir, ert þú tilbúinn? Ég klár. Þá byrjum við núna. Hvaða ár tók Sir Alex Ferguson við Manchester United? 82. Rangt. Í hvaða borg var úrslitaleikur meistaradeildarinnar 2025 leikinn? Hann var í pass. Bjarni Guðjónsson var seldur frá IA árið 1997. Hvaða lið keypti hann? Stoke. Rangt. Hver er þjálfari ítalska landsliðsins? Pass. Hægt að skora sjálfsmark úr markspyrnu? Já. Rangt. Hvað heitir heimavöllur Valencia? Mestalla. Rétt.
Hver er höfundur bókana Íslensk knattspyrna sem kom fyrst út árið 1981? Víðir Sigurðsson. Rétt. Frá hvaða borg er skoska félagið Hearts? Það frá hérna Glasgow. Rangt. Hver er forseti FIFA? Hann heitir hérna Infitá eitthvað. Rangt. Frá hvaða bæjarfélagi er félagið Snörtur? Með 5 sekundur eftir. Já, þetta er loka spurningin en þú fær smá tíma til þess að hugsa þetta. Það eru Vopnafirði. Það er einnig rangt. 2 stig úr hraðaspurningunum. 3-2 er staðan. Hvað varst þú með? Var það Newcastle? Bjarni Guðjóns var Newcastle. Já, þú veist, ég er bara panika. Vorum átt að vera hjá mikrofónunum. Þetta er úrslitaleikur í meistaradeildinni. Ég skal fara yfir spurningarna hérna sem að kom ekki. Sir Alex, hann tók við United árið 86 og úrslitaleikur meistaradeildarinnar núna síðast var haldinn í München. Allianz Arena. Já, Bjarni Guðjóns var seldur til Newcastle. Kevin Keegan var stjórinn Newcastle og var rekinn viku eftir að skipting gengur gegn og Kenny Dalglish tók við. Þjálfari ítalska landsliðsins er Gattuso. Minn almáttugur. Já, veit þetta, hann fór frá Króatíu sem tók við landslið. Það er ekki hægt að skoða sjálfsmark úr markspinnu. En ef þú sparkar upp í vindin og hann fer inn í markið. Þá er hotspinna. Alveg rétt maður. Já, þið vorum með Mestalla sem er heimavöllur í Valencia, báðum með Víðir Sigurðsson. Hearts er frá Edinborg. Forseti FIFA er Gianni Infantino. Hvað sagði ég? Infinitá? Þú varst með eitthvað Infinity dæmi. Og Snörtur er frá Kópasker. Ég á svo sem ekki búast við. Maður, ég har ekki heyrt þetta áður. Nei, ekki heldur. Bóma, þú mátt vera með mækina. Já, fyrirgeðu, sorry. Herru, þetta byrja vel. Já, þetta er bara jafnt. Þetta er mjög jafnt. Sko, ég panika eftir 4 spurningar. Rátt, ok, er ég bara fyrst að fá 0 stig? Já, fuck! Ég ætla að kasta mér út úr gluggan hérna, sko. Þú veist, ég bara, þú snúar þessu hérna. Bara podcast, hvað er það? Eitthvað grín eða? Ég kipti ykkur svolítið niður á jörðina hann í byrjun, það sem að þið voruð ekki með neitt hann í byrjun. En næsti liður, það er ferillinn. Ég segi ykkur frá einhverju tímabili liði leikjum sem að leikmaðurinn spilaði og mörkin sem hann skoraði á þessum tímabili og gefa ykkur 1 lið í einu. Og þetta eru bjöllspurningar, þannig að þið getum notað þessar glæsilegu bjöllur sem við erum með hérna hjá okkur. Og það getur fengið 5 stig fyrir fyrsta lið og svo 4 og svo 3 og 1. Fáðu 1 gisk á hvert lið. Þá er það fyrsti leikmaðurinn í ferlinum. Það er 1974 til 1980. Valur 93 leik. Já, þetta Hermann Gunnarsson. Hvað sagðirðu? Hermann Gunnarsson. Það er ekki rétt. 93 leikir, 31 mark. 74 til 80. 74 til 80. Þetta er 74 til 80. Já, 93 leikir, 31 mark, Valur. Atli Eðvalds? Nei. Atli Eðvaldsson er rétt. Já. Þú ert að grínast. Frábært. Minn almáttugur. Bara 5 stig fyrir þetta. Og komin í fórustuna. Jesus. Jæja. Næsta lið, við fyrir aðeins fram í tíman. Þó ekkert allt og langt. Næsti leikmaður fyrir ekki. Það er 1994 til 1996. Bayern München 2. Það er að segja varalið Bayern München. 13 leikir, 1 mark. Hvað sagðirðu? Þetta er Damir. Andri Sigþórsson. Það er aftur rétt. Þetta var alveg 5 stiga. Hvaða martröð er í gangi hérna? Þetta Er þetta Andri Sigþórsson? Andri Sigþórsson er rétt. Ég var að enga veginn að búast við réttu í. Þegar þú sagði bara muninn B, Já. þá var ég með þetta. Ég var nefnilega að búast við þau myndu kannski ná því þegar að næsta lið var KR sko. En Ég hef aldrei getað það. vá. Ef kannski hafa komið KR eða? Bómar. Þetta var mjög gott. Þú verður að viðurkenna það, þetta var mjög gott. Þetta ég bara, hefur einhver fengið 5 stig tvisvar í röð? Ég bara manni geti því. Nei, ég held ekki. Það er reynda sko Keli hérna, kannski, já. Þorkell á Rúf, hann var reynda svakalur hérna daginn. Það er samt ekki. En taktu við mækinn hérna. Fyrirgjöðu.
Slóðum bara út á læginu maður, shit. Já. Herðu, síðasta leikmann í ferlinum. Þá fyrir við ennþá nær nútíðinni. Ok. Fyrsta lið er 1999 til 2005. Manchester City, 153 leikir, 26 mörg. Craig Bellamy. Fínt gisk, en ekki rétt. Þetta skemmtilegt. 99.05. Hvenær fór hann? Ok. Hann fara á City 05. Er þetta Dwight York? Það er ekki rétt. Ég ætla að segja það maður. Hvort hann hafi farið? Nei, hann vann Það hefði verið rosalegt að fá 3-5 stig í röð, sko. Herðu, fyrir 4 stig. 2005 til 2008. Chelsea, 82 leikir, 4 mörg. 82 leikir 4 mörg. Já, þetta er Grandavík. 80, 2 leikir, 4 mörg. 05 til 08. Já. Þetta er... Svar fljótlega eftir að þú bípar. Já, sorry. Þetta er... Nei, ég er ekki með þetta, sorry. Gefur frá sér svar rétt innan að... Þarf ég að gera þetta? Nei, þú bara komið svar rétt inn. Okay, Damir má ekki segja neitt núna. Getur satt aftur hann annað þannig. Þetta er 2005 til 2008. Já. Chelsea, 82 leikir, 4 mörg. Pass, bara næsta. Fyrir 3 stig. Það er 2008 til 2011. Aftur Manchester City, Hæ? 64 leikir, 9 mörg. Getur fór í Chelsea og svo aftur Man City? Já, það er Damir. Er þetta hérna Sean Wright Phillips? Ja? Það er rétt. Vá. Damir, þú ert svakalur í ferlinu. Ha? Er þetta búið það? Nei, reyndar alveg nóg eftir. Alveg nóg eftir. Já, City, Chelsea City þannig, svo fór hann til QPR og svo hann til Bandaríkjana. Já, hann er Bandaríkjum eitthvað að leika sér. Já, náttúrulega sonur Ian Wright. Já. Já, hann komur á óvart reyndar. Ég hann er í eldri kantinum, sko. Já, einmitt, hann komur á óvart reyndar sko hérna, hann skoraði bara 4 mörk á Chelsea. Ég myndi eftir að hann var ekkert góður, en 4 mörk er voða Já, lítið. hann Sko. gat ekki neitt við Chelsea, Nei. sko. Því miður. Nei, Gat einmitt. hann eitthvað Man City það? Minna. Betri. Ok. Minna. Allavega fyrri Hvað er staðan í þessu? Staðan í þessu eftir ferilinn er Damir með 15 stig. Hann tók næstu í öll stig sem hægt var að taka úr ferlinum og Bomba þú ert ennþá með 3 stig. En nóg eftir í þessu. Hann er alltaf síðasti séns líka. Þá förum við í byrjunarlið. Byrjunarlið virkar þannig að ég ætla að nefna eitthvað lið sem spila einhver leik Ok. og þið þurfið að skiptast á að segja mér bara þá leikmann sem byrjuðu leikinn. Ok. Og þá Bomba þú út undir, hann þú mútt byrja. Þú ætla að byrja á að nefna einn leikmann sem byrjaði fyrir Frakkland í 2-1 sigri gegn Ítalíu, úrslitaleik EM 2000. Já, þau fá samtals 11 gisk, ég gleymdi að segja Það það. er EM. EM 2000. EM 2000. Já, þið fáið samtals 11 gisk og þar sem að það er 8 tala þá gerum við þetta 2 svar, þannig að Ég bara segja Zidane. Zidane er rétt, Fabian Barthes. Barthes er rétt, Það var að hugsa hann. Það er Champs lítur að vera það. það er rétt, Lilian Thuram. Thuram er hana, TSI lítur að vera það. já, Thierry Henry. Thierry Henry, það er rétt, Ég sé að Lisa Razou. já, það er rétt, Új. Anskutin, dókstan að mér. Já, Við erum komin með Markmann, Hafsenda, Zidane, David Trezeguet. það er ekki rétt. Hann hefur líkast að vera í hófnum en mögulega á bekknum. Hvað á ég eitt eftir það? Þú átt 2 eftir, 2 eftir. Damir á 1 eftir. Djorkaeff.
Það er rétt. Þá síðasta, gískið þitt Damir. Manuel Petit. Petit, það er ekki rétt. Ég vil lýsa njólana. Nei, hann var það rangt. Vel gert í okkur strákar. Þetta var, Það er erfitt. já, en þannig svona lúmsknöfn sem að komu þrátt fyrir Já. það, sko. Það sem vantaði í þetta lið, það er kannski svona stærsta nafni sem vantaði, það var Patrick Vieira. Patrik Vieira. Svo var Laurent Blanc hana líka Já. og Dugari upp á topp. Ég ætla að segja hann út á skora út í Íslandi maður, ég bara þorði því ekki. Ég þorði því ekki og hann er ekkert alltaf í liðinu. Nei. En já, þetta var svona það sem að ég bjóst við að myndi kannski vera erfitt var Dugari og kannski Lizarazu en Já. Lizarazu kom alltaf, það var vel gert. Þetta er vel gert. Já, þá förum við í hitt byrjunliði þar sem þú mót byrja Damir og þá ætlar þú að byrja að nefna leikmann sem byrjaði í liði Inter í úrslitum meistardeildarinnar 2010 2-0 sigri gegn Bayern. Materazzi. Marco Materazzi, hann byrjaði ekki fyrir Inter. Hann byrjaði ekki fyrir Inter. Snæti byrjanleik. Snædi byrjaði 2010. Þetta er hérna Milito. Já, Maicon. Maicon er rétt. Ég trúi sér sko. Stankovic. Það er ekki rétt. Júlíu César í merkinu. Það er rétt. Er ég búinn? Nei, við bara höldum áfram þangur til Já, 11 giskur er komin tótal. Hann hérna Lucio. Það er rétt. Sanetti var hana. Já, Sanetti, hann er hana. Kristján Lamir. Ég passa, ég geði þér. Það er bara komin pass. Kristján Chivu var hana. Það er rétt. Rétt. Það var bara síðasta. Ég er ekki með þetta. Ekki með neitt. Gefa það upp. Herðu, Ég skal segja hverju eftir. já, en bara endilega. Samuel Eto'o var hana. Hann er hana. Hann er hann. Walter Samuel var hana. Já. Hvað er margir þér? 2 held ég. Ok, ég Finnst er mér. með þá. Svo er það Goran Pandev. Já. Pandi með helviti slokkin hann. Já. Ég hef aldrei getað hann. Og- Ég hef aldrei getað hann. Þið sögðu ekki að bara Cambiasso hann okkur. Nei, Nei. Bjass. Ég hef ekki getað hann heldur. En hei, Þú ert að ná mér. comeback í byrjunleginu hjá bombunni þannig. Vel gert. Damir er með 20 stig og bomban komin upp í 13. Ok. Þannig að, já, hann mjókar á munum hérna. Ég ánægði að ég fekk 13 stíð allavega í þessu kemni. Ég var rosa ánægður ef þau myndu tala einhvern tíðun í mikrofóni. Já, fyrirgjöf. Það er ok. Let's go. Þú mátt líka alveg taka hann að standunum haldan með það vilt. Já, það? Já. Ef það er þægilega fyrir þig. Nakin comes. Já, þá fórum við í næsta lið sem er almenn kunnóta. Almenn kunnóta. Þá verð ég að setja þetta aftur á. Þarna er ég ekki að fara á 1 stig. Ég er í vesinni sko. Þú í vesinni? Já. Þú veist meður ég fylgist ekki með, ég horf ekki á fréttir. Ég fylgist ekki með neinu. Punkturinn náttúrulega með almennur kunnóti er að komast að því að það er talað um að já, fótbolta áhuga menn geta verið kannski pínus fróðaheilar. Já. Veit ekki um neitt annað en fótbolta. Það er rétt. Eh, Þú maður komast að því hérna. Og það er að gera hérna. Þetta eru bjöldurspurningar. Ok. Neina almáttur, ég mun tapis. Í fyrstu spurningu í almennri kunnáttu þá ætlum við að fara í þetta hérna. Hvaða flokki lífvera tilheyra hvalir? Spendýra. Það er rétt. Það var ekki flókið. Þetta er nú ekki erfitt. Við fórum, Þú ert fljótur. Já. byrjum með öll. Spurning nummer 2. Pólstjarnan vísa þér leiðina í Í Pólstjarnan vísaði í hvað átt? í hvað átt? Já, Pólstjarnan vísa þér í leiðina í norður átt. Það er rétt. Ha? Já. Nei! Þú ert að grínast! Ha? Þetta var það besta gig sem ég gerði. Vá,
ég ætla að segja stjörnótt. Þú hefur ekkert að segja hvað þú ætlaðir að segja, sko. Shit. Þetta leit bara ágætt út og náður sér rétt. Vá, maður. Það er á giskar. Já, ég bara hafði ekki hugmynd, bara. Hvað sagði þetta? Pólstjarnan. Ég veit ekki, þú veist, ég fór í tíma í Bandaríkjunum Æ. og fór ég í stjörnufræði. Shit. Ég hef ekki hugmynd þetta. Já, þú hefur ekki verið... Ég var aftast að hlusta ekki á Þú hefur ekki, varstu vakandi? Nei. Nei. Ég var með svona flösku, ég var með svona amerískt tóbak, Já. og hrækja í flöskun aftast. Og fólk var bara, hvað er amskotað guður að gera það aftast? Já, herðu, þriðja spurningin í almennu kunnáttu. Lagið Ég er komin heim er ekki íslenskt, en Óðinn Valdimarsson gerði íslenskan texta eftir laginu. Frá hvaða landi kemur lagið? Ég hef komin heim, er þetta ekki íslenskt lag? Lagið er ekki íslenskt. Til hvers, Þetta er Damir. Brest. Rangt. til hvers er Ísland alltaf að syngja þetta á landsleikjum og eitthvað? Ég held þetta var íslenska lag í heimi, sko. Já. Herru, Á giskar og rétt, sko, í alveg. þetta hlýtur að vera danskt. Það er rangt. Ó, já, við vartum svo. Verða að hafa smá spenna á ykkur. Fá að vita, veist. Já, þetta er frá Ungverjalandi. Ungverjalandi. Já, þetta er ungverst þjóðlag. Ég ætla aldrei að syngja þetta lag aftur. Þetta er skrítið. Ég held þetta var íslenskt lag. En það líka sko hérna, ég þekki einn sem að var alveg mjög stressaður yfir því að þegar við myndum syngja hérna Ég er komin heim eftir Ísland-Ungverjaland hérna á EM í handbolta daginn. Ekki er þetta Ungverjar að segja ég, ekki Nei. Ungverjar að gera það. Textin er íslenskur, en lagið er ungverst. Nú, ég held að væri allt lagið. Nei. Heldur Ungverjar sé bara að syngja. Já, Ungverjar, ég er komin heim. Ég held ágrís. Já, Laszlo Naci þannig í handboltalandsliðinu, ég er komin heim. já, herðu. Það fáið eina spurningu sem er ekkert langt frá knattspyrnu. Ok. Í fjórðu almennin kunnáttarspurningu. Hún hljómar svo. Tom Brady hefur unnið flesta Super Bowl titla allra leikmanna eða 7 talsins. Hann komst 10 sinnum í þennan úrslitaleik NFL-deildarinnar og tapaði 3 svar. Eitt lið vann hann 2 svar en hitt aðeins 1 sinni, nefnið annað þessara liða. Getur þú sagt aftur þessu spurningu? Ekki málið. Tom Brady Já. hefur unnið flesta Super Bowl titla allra leikmanna eða 7 talsins. Hann komst 10 sinnum í þennan úrslitaleik NFL-deildarinnar og tapaði 3 svar. Eitt lið vann hann 2 svar en hitt aðeins 1 sinni. Kansas Chiefs. Kansas. Það er rangt. Þá veit ég ekki. Dallas Cowboys. Það er einnig rangt. Býtu, tapaði hann ekki á móti Kansas? Hann vann Mahomes. Annan á? Já, vann með Holmes. Í Tampa? Já. Þetta Hvað liður þetta? Liðin voru Giants sem að unna hann 2 svar þegar Eli Manning var Ég quarterbackinn man þar. ekki eftir þessu. Og Philadelphia Eagles, mínu menn, sem að unna hann einu sinni 2017, held ég. Ég hef aldrei getað þetta. En 5. og loka spurningin í almennu kunnáttu, hún hljómar svona. Hvert er raunverulega nafn mannsins sem gengur undir listamannsnafninu 50 Cent? Þetta var það mér. Curtis Jackson. Jöfussis! Var hann undan mér? Hann var undan. Ég var að horfa á ykkur. Það munar litlu. Jöfussis! Minn uppáhaldsmaður. Hann heitir eitthvað meina Curtis Jackson, er eitthvað millinafnana? Nei, Curtis Jackson 3. Það veit ég það. Það er alltaf lægi að sleppa 3. hérna. Svona, svo ég get ekki. Ég er ennþá að jafna mig eftir þessa helvítis vísbendingarspurning, neða þessa fyrirspurningar. Ég er bara aldrei uppláð neins. Herri, já, eftir almenna kunnáttu þá er Damir ennþá í fórustu. Þetta er 21-15 sem staðan er. En ég saksaði fórustuna um 1 stig ennþá, við bót. Hvað er 60 að fórst? Það er 60 fórusta. Það er að taka 10 í lokinu það. Það er einn liður á undan því, þá fyrir við í tölfræðina. Já, minn uppáhalds. Já. Í tölfræðinni þá spyr ég ykkur spurningu og svarið er alltaf einhver tala. Þið skrifið báðið niður svörin ykkar og sá sem er nær, hann fær stíð. En já, þar sem við erum náttúrulega í hlaðvarpi auk þess að vera mynd, þá byrði ég ykkur líka að segja svarið þegar þannig. Ok. Bara þegar ég benda á okkur. Já. Já, ekki sína þér það? Jú, en með ég segja það líka svo að hlustendur heyra það. Ok. Ok. Fyrsta spurning í tölfræðinni.
Jamie Vardy á metið yfir að hafa skorað í flestum leikjum í röð í ensku úrvalsdeildinni. Hversu marga leiki í röð skoraði hann? Bara leiðu Damir að klára svo. Þú virtist vera tilbúin undan? Ég veit Þormar? svarið við þessu. Já, 11. 11 og 11, það er bæði rétt hjá okkur. Og Jöfullin! báði stig. Það er mér að vinna þess að heldur Spurning númer 2 í tölfræðinni. Sukrú Gúlesin er nafn sem fæstum knattspyrnu aðdáendum er kunnugt. Hann á þó met í því að skora mörk úr óvenjulegri aðstöðu á sínum ferli, en hann var manna fremstur í því að skora beint úr hornspyrnu á sínum 15 ára ferli. Hversu oft skoraði maðurinn beint úr horni? Hvað er nafnið á þessu guður? Heldur það hjálpið þér eitthvað? Nei, ég held þetta væri ekki nafn, ég held þetta væri einhver hlutur. Já, ok. Hvað sagði hann héti? Sukrú Gúlesin, Hvað skoraði mörk úr hotspinnum? beint úr hornspyrnu Og hvað, er vita hvað var lengi? á sínum 15 ára ferli. 15 árum? Já, 15 árum. Ok. Hann er greinilega að skora mikið að þeim. Já, hann hefur skorað flest, allra. Það að segja, ok. Já. Ok. Damir, þú mátt byrja núna. 44. Ég sagði 40. Hann skoraði 32 mörk, þannig að bomba hóð nær. Ég voru báðir svona á svipuðu róli. Það sé 15. 24 fyrst. Já. Já, þá hefur verið jafnun. Já. Þriðja spurningin í tölfræðinni. Abu Dhabi lék með Arsenal á árunum 2006 til 2015 en var þekktari fyrir fjarveri sína frá fótboltavellinum frekar en afrek sín innan hans. Tekið hefur verið saman hversu marga daga Abu kallinn eyddi á meðslalistanum hjá Arsenal og spurt er: hversu marga daga var hann meiddur? Hvað sagði hann var lengi? Hann var í Arsenal frá 2006 til 2015. Er þetta heildar? Já, hversu marga daga í heildina var Abu Dhabi á meðslalista Arsenal? Á þessum, hvað mörgum árum? Þetta eru 2006 til 2015, 9 ár. Shit. Ert þú búinn? Já. Ég veit ekkert hvað að segja. Ég bara gisku eitthvað sko. Þetta er gisk. Hvað segir þú margir dag? 2394 Það dagar. er 2250. Hann var 1479 daga, þannig að Gunnar stóð nær. Þetta eru rétt rúmlega 4 ár sem hann var á meðslalistanum af 9. Já, ég var að hugsa 2 ár fyrst, sko. Já, Þú það ert geggjar að giska. gildi bara að vera nær. Greinilega. Þetta var reyndar ekkert svo gott gisk, sko. Hann var bara aðeins nærið þú. Já. Hvað varst þú með það? Já, 2394. þetta var rétt hjá okkur. Jæja, loka spurningin í tölfræðinni og hún hljóma svo. AC Milan vann ítölsku Serie A-deildina tímabilið 1993 til 1994 og setti met. Ekkert lið hefur unnið Serie A á jafn fáum mörkum skoruðum. Hversu mörg mörk gerði AC Milan þetta tímabil? Hversu mörg skoruðu? Þeir skoruðu. Þeir skoruðu. Ok. Það verður ekkert lið unnið ítölsku Serie A-deildina með því að skora jafn fá mörk og þeir gerðu þetta tímabil. Já, ég er búinn. Ég veit ekkert, þú veist. Hvað sagði þú? 60. 60 mörk, segir Damir. Býtu, mörk á leiktíðinni? Já. Þau skoruðu? Já, Ég sagði 28. rétt svar er 36 mörk, þannig að þú ert nær. Ég herði 60, ég var bara í sjokki. Það var bara liðlt gisk, já Damir. Ég var að viðstúlka spurninguna. Þið skora bara 80 mörg. Ég man bara alltaf á þessum tíma, var alltaf 0-0 alltaf leiki. Það voru rosalega margir Já. 0-0 leikir og leikinu sem að þeir AC Milan vann var eiginlega bara 1-0. Það var eiginlega bara hannig. Ótrúlegt. Já, herðu, Bomba, þú ert að hendi alvöru comeback hérna. Já, já. Eftir tölfræðina þá er staðan 22 fyrir Damir, 19 fyrir. Öss. Já, hann er... Staðan er þá þannig og við erum að fara í loka liðin sem er síðasti sjans. Bomba, þú ert undir. Ég ætla að leyfa þér að velja hvort þú vilt byrja eða ekki. Ég vil ekki byrja. Damir, þú getur þá fengið að velja eina spurningu og það er annarkvort í 3 stiga, 5 stiga eða 10 stiga erfiðleikastigi. Veitu hvað sagði hann væri með mörg stig? Hann er með 19, þú ert með 3 stiga fórskot. Þannig að, já. Ég ætla ekki að gefa enn eina herkjast. Við erum bara í fyrir bara 10. Það er 10 stiga? Já, já. Reyna að Má taka taka þetta með stæl. Má taka þessi hans. Hún er stutt
en áhugaverð þessi. Hver varð fyrsti leikmaðurinn í ensku úrvalsdeildinni til þess að skora í öllum 12 mánuðum ársins? Alan Shearer. Ef þetta er rétt hjá þér þá ertu búin að vinna. Já, Gunnar Ekki reyna létt. Nei, þetta er ekki rétt. Þetta er ránt. Rétt svar er okkar maður, Andy Cole. William. William? Þetta var náttúrulega í COVID. Það var spilað í sumar. Alveg rétt maður. Það var Project Restart. Já, Project Retardin á mér 12 mánaða tímabil þegar Alan Shearer var að spila hófulta bara. Já, það er held ég bara það voru einu svona möguleg leikmenni sem kom til greina þarna. En Bomba, þú mátt að velja erfiðleikastig 3, 5 eða 10 stiga. Það er bara í 10 og giskar og þú hefur rétt fyrir þér. Það er svona gengið ákvæmt Ég lengra er búin til. að tapa, ég fyrir 10 sko. Ég hef spáð hvort ég verið 3 eða 5. 5 stiga spurninga hafa verið erfiða sko, hlutinu hjá þér sko. 3 stiga þá jafnar við, 5 stiga þá vinnur við. Ef þú jafnar þá fyrir við í bráðabanna. Já, þú veist, Damir áskilja að fara áfram, ég tek 5. 5. Það mér á sig. Hvaða sálfræði er þetta? Fyrir að geta þessa fyrirspurninga, þá áttu skilja að fara áfram. Herðu, 5 stiga spurningin hljóma svo. Diego Montiel, fyrrverandi leikmaður Vestra og núverandi leikmaður Káa, er sænskur. Hann á hins vegar ættir að rekja til annars lands. Hvert er landið? Já, búin að vinna. Hvað segir Diego Montiel? Hann á rætu til annars lands. Er þetta ekki hvað sem var að fara í Káa eða? Jú, Já. Rætu til annars lands, hann er svíi. hann er svíi en hann á ættur að rekja til annars lands. Er þetta trick question eða? Bara, þú veist, foreldrar hans eru frá þér landi. Eða, já, ég held að sé foreldrar hans. Ég hef átt 5 stík. Þú veist, þetta er karma. Þetta er karma. Ég átti ekki að vinna það. Montiel, það er svo spænst eitthvað. Montiel, þetta er svo heimsk spurning einhvern veginn ef þetta er spánn eða þetta heimsk spurning eða trick question. Hvað finnst þið? Montiel, pælt, bóttið eitthvað, hann er frá Puerto Rico eða Costa Rica eða bara eitthvað svoleiðis, Kólumbíu eða, þú veist, þetta er erfið spurning. Það er enginn sem að 5 stiga var eitthvað auðveld. Líka þú veist, ég segi bara spánn, ég veit það ekki, Ef það er rétt, þá hefur þú unnið. bara mjög gott giskkeldi sko. Já, ég veit ekki hvað hann ætti að vera. Ef það er ránt þá er Damir búin að vinna. Já, hann er búin að vinna. Þetta er rétt til því. Og það er ránt. Já. Argentína. Damir komin áfram í áttilega úrslit til hamingju. Hvað er hann? Er hann frá Argentínu? Hann er frá Úrugvæ. Úrugvæ. Já, það Montiel var eitthvað Úrugvæ. Ég þorði ekki að giska. Það er svona aðalástæðan fyrir að ég setti þetta einmitt í 5 stiga er að því ég freka vissum að það sé hægri bakvörður í úrugvæska landsliðinu núna sem heitir Montiel. Já, það ekki. Já. Þetta var eitthvað Það var svona, þú veist, það var vísbendingana sko. Ég hefði sennilega giskað Spánni Argentínu. Já, þú átt skilja að vinna þetta fyrir þessar fyrirspurningar. Já, Ég er nú aldrei séð. Sigur, Já, ég veit að ég reyndi að vinna mjög. Ég er alveg með þetta sko, en þú veist. Þetta var líkast í jafnasta kemning hingað til. Það var mjög gott. Já, þetta lítur að mest hort á þáttur. Líka langskemmtilegasti þátturinn. Sko. Ég get klippfarmað þetta alveg. Já, það er engin jarða fyrir hérna sko. Koma 3 klippur á þessum þætti. Margir brandarar, Bomban podcast, Vindavík. Já, er eitthvað sem þú langar að segja áður en þú kveður þessa? Hlustið bara Bomban podcast, Damir kemur brálega í Bomban podcast og við getum rætt þessa steikina með norðurljósinn og eitthvað. Þetta er örgulega, ef þú setur þetta á TikTok, það er örgulega vinsælasta myndband á Íslandi. En ég bara takk, þetta var mjög gaman og vámaður, þetta var spennandi. Já, þetta var ekki. Damir, við sjáum þig í áttilega úrslitunum. Já, frábært. Áfram Damir. Það verður gaman að sjá. Þú ert fyrsti leikmaðurinn sem komin áfram. Það hafði bara verið fjölumfélagmenn hingað til sem að hafa... Þetta var ekki Helgi... Nei, hann fór ekki áfram. Nei. Ok. En það er náttúrulega 3 þættir eftir í sextum, þannig að fleiri sjensa fyrir leikmenn. En þú allavega hingað til berð kinn til leikmanna. Já, hvað segir það um mig? Pá! Já, látum þetta vera lokaorðin í þessum þætti. Við þökkum kærlega fyrir okkur og sjáumst aftur að viku liðinni. Verið sæl. Takk fyrir. Takk.